Halli, 5-1 lokunarniðurstaðan gegn Fjölni eða svona kannski gefur ekki rétta mynd af leiknum eða hvað? Nei, alls ekki. Það var hörkuleikur. Við vorum síslakari aðalinn í þessu leik. Við erum bara að spila mjög vel og svo kemur atvik sem við væntanlega vita meira á eftir sko. Þar sem við fáum rautt spjald, eftir það fáum við víti á okkur í sama mómenti og lendum við marki undir manni færri og við sýnum ágætis takta svo sem eftir það en svo einhvern veginn bara svo hrynjum við í restina sem er gríðarlega svekkjandi. Það þetta risastóra atvik, víti og rautt, hvernig sá þetta við þér? Með við hvernig menn voru að kljást inn í teig allan held leikinn þá ótrúlega niðurstaða að hann hafi gefið rautt spjald á þetta. Það rangur dómur. Fyrir utan það þá rekur hann rangamann af velli sem fór svolítið fyrir brjóstið á mínum mönnum, eðlilega. Dómararnir gátu ekki gefið nein skýr svör af hverju leikmaður hefur verið rekinn af velli. Sögðu síðan að þeir vissi ekkert hver þetta hefði verið. Sá sem umræddi, sem fekk rauða spjaldið, hann stóð utan teigs, þannig að það var ekki vítaspyrna. Þannig að það var ansi margt rangt og furðulegt í þessu atviki. Þannig að ég mjög reiður yfir því og pirrar. Og það fer með leikinn, því miður. Við höfum ekki að tapa honum 5-1, en það okkar, en þetta moment klúðrar því að við getum unnið hann leik. Það fer rangur maður af velli. Voruð þið að ræða við dómarana og reyna að ítrekka að þetta væri rangur maður? Já, það var alltaf reynt, það byrjaði bara þannig að Fjölnismaðurinn dettur niður og öskrar eins og stúki í grís og þá mæta 8 Fjölnismenn og umkringja dómarann. Þegar við komumst á aðaloksins, þegar búið að reka út af og gefa víti, þá náttúrulega spurja menn bara hvernig þetta reka velli og af hverju. Og það fátum svör, þannig að við erum svolítið svekktir yfir því og leikmennir mínir eru svona annarskipta stuttum tíma að upplifa svolítið óréttlæti. Fengum 2 rauða á móti Þór líka daginn, þar sem maður horfir á vídeó eftir leik og maður skilur ekki neitt í neinu. Þannig ég orðinn ansið svona, ég er svolítið svekktur yfir því að því finnst liðið mitt að spila drullu vel sko. En það lítið við því að gera núna. Svona að leiknum svona fram að þessu fótboltanum, fram að þessu víti og rauða spjaldi, þá voru að sýna góða takta og hlýtur að vera svona sáttur með frammistöðuna. Já, ég bara mjög sáttur með hana. Mér fannst þetta bara verðskulda að staðan væri 1-1 og sá bara fram á mjög skemmtilega síðasta hálftíma eða þannig og ég er ánægður með liðið mitt. Mér finnst þetta góði leikmenn berjast fyrir hvern annan og við erum bjartsýnir fyrir framhaldi, alveg 100%. Þetta er dýrt að vera að fá rauð spjöld, leik eftir leik og fyrir litla sakir og missa menn í bönn, missum núna Dennis mikilvægasta manni minn. Ég náttúrulega reikna bara með að þetta verið leiðrétt og hann fá ekkert leikbann. Hann átti ekki hlut og það var aldrei rautt spjald í þessu. Þannig að ég vona bara að þeir leiðrétti það, mínir menn á skrifstofunni. En ég er hundfúll að þegar við sýndum held ég öllum sem voru að við erum síst lakara lið en Fjölnir, ekki spurning. Félagaskiptaglugginn opnaði í gær, svona orðrómur að ND frá Ólafsvík var eitthvað orðað við Grindavík. Er það eitthvað til í því? Þekki ekki, við erum með margar anga úti en það gerist ekki til okkur fyrir fyrsta leiktum eftir helgi og við erum ekki, ég er ekki með fókusur við það í bili. Takk hérlega. Takk.